أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jæja, verum velkomin. Í dag ætlum við að skoða þriðja kafla Koransins sem þekktur sem Al-Imran eða fjölskylda Imrans. Og þetta svo miklu meira en bara kafli. Þetta djúpstæð frásögn sem stútfull af guðfræði, sögu og alveg ótrúlega grípandi mannlegum sögum. Já, og við skulum kafa beint ofan í þetta. Þessi súra fléttar saman grunnstóðum trúarinnar og svo djópum mannlegum sögum. Við ætlum að skoða allt frá eðli opinberunarna sjálfra yfir í alveg ótrúlega atburði og lærdóma samfélag og trú sem eiga erindi við okkur enn þann dag í dag. Sko, við byrjum á því hvernig súran sjálf kynnir sig. Hún segist vera staðfesting á því sem á undan kom, reikningum eins og Tórak og Guðspöllunum, en leið hún sett fram sem hin endanlega skýra leiðsögn fyrir allt mannkinn. Og hér kemur fram eitt lykil hugtak, Al-Furqan eða mælikvarðin. Þetta mikilvægt. Hugtakið undirstrikar hlutverk Koransins sem áreiðanlegs mælikvarða. Ekki bara til að sjá hvað satt og hvað ósatt, heldur sem siðferðilegs áttamita í gegnum flækjur lífsins. Og þá gerir textin eitthvað alveg einstakt. Hann eiginlega flokkar sín eigin vers. Annars vegar það Muhammad sem þessar skýru, grunnvallar reglur, sjálf undirstaðan. Hins vegar það mutashabihat sem meira í líkingamáli og opnar fyrir dýpri túlkun. Og það varað við því að eldast of mikið við þessar tvíræðu vísur til að reyna að skapa ágreining, því að endanlega merking þeirra hvílir jú hjá Guði. Og besta leiðin til að skilja þessa guðlegu leiðsögn í raun að skoða söguna sem gefur súrunni sjálft nafnið sitt, þessi magnaða frásögn af fjölskyldu Imrans. Sko, sagan hefst með Zakaría sem forráðamaður Maríu. Aðstæðurnar ekki beint vænlegar. Hann orðinn gamall, konan hans óbyrja, en samt biður hann Guð af öllu hjarta son sem geti haldið andlegri arfleifð hans áfram. Og svarið, það kemur, en á heldur óvæntan hátt. Engil tilkynnir honum að hann muni eignast son, Jóhannes. Og sem táknum að þetta sé raunverulegt, mun hann ekki geta talað í 3 daga, heldur aðeins tjá sig með bendingum. Þetta líkamlegt merki að hið ómögulega að gerast. En þessi saga í raun bara forsmekkurinn að ennþá starra kraftaverki sem snýst Maríu sjálfa. Hún sögð hafa verið valin ofar öllum konum. Þegar engilinn tilkynnir henni að hún muni fæða son, þá spyr hún auðvitað þessara rökréttu spurningar. Og svarið sem hún fær einfalt en leið svo ótrúlega djúpt. Það undirstrikar algjört vald Guðs. Sköpunin ekki háð okkar náttúrlögmálum, heldur eingöngur vilja skaparans. Orðið eitt nær. Síðan lýsir kaflinn nokkrum af kraftaverkum Jesú. En það eitt smá atriði sem alltaf endurtekið og það alveg gríðarlega mikilvægt. Allt var gert með leyfi Guðs. Þetta lykilatriði því þá að sýna að kraftaverkin staðfesta að hann sé spámaður en ekki að hann sé guðlegur. Og til að negla þetta atriði alveg fast, þá notar textin mjög sterka samlíkingu. Sköpun Jesú borin saman við sköpun Adams. Hvernig þá? Jæja, Guð skapaði Adam úr dufti, án föður eða móður, bara með orðinu einu. Frá sjónarhólmi almáttugs skapara sköpun Jesú án föður því ekkert óvenjulegri. Allt í lagi. Eftir þessar magnaðu frásagnir, þá skipti súran gír. Áherslan færist frá frásögn yfir í beint samtal. Hún ávarpar kristna og gyðinga sem Kóraninn kallar fólk bókarinnar og býður þeim í raun til samræðu. Og þetta beint ákall úr textanum. Boðið að finna sameinlegan grundvöll í eingyðistrúni, að tilbiðja aðeins einn Guð. Kallið ekki eftir deilum, heldur að finna það sem sameinar. Frá þessu samtali færum við okkur yfir í það hvernig súran notar raunverulega sögulega atburði, orrustur sem nokkurs konar dæmisögur til að kenna djúpar leksjur trú, samfélag og afleiðingar mannlegra bræskleika. Og hér sjáum við 2 hliðar á sama peningnum. Annars vegar orrustan við Badir, þar sem sigur vannst gegn öllum líkum og var túlkaður sem skýrt merki guðlegan stuðning. En svo kemur Úhud, þar sem verður mikið áfall, ekki vegna skorts á trú, heldur vegna óhlýðni örfára sem yfirgáfu stöðu sínar of snemma. Og það sem svo áhugavert við umfjöllunum Úhud að áherslan alls ekki á hernaðinn, hún á lærdóminn. Hún snýst hvernig samfélag á að takast á við mótlæti.
Textinn hamrar á því að gefast ekki upp, fyrirgefa mistök og halda áfram með samráði og einingu. Þetta í raun kennslustund í seilu. Og eftir að hafa farið yfir þessi stóru samfélagslegu mál, þá í lokin snýr súran sér að einstaklingnum. Hún kallar eftir djúpri og persónlegri iðkun trúarinnar. Og hér í blálokin eiginlega lögð fram svona 4 skrefa leið fyrir þann sem vill iðka sína trú. Hún byrja með íhugun á sköpunarverkinu, leiði til stöðugra minningar gröð í hversdagsleikanum, þróast yfir í einlega bæn og endar svo á þrautseigju og þolinmæði. Og þessi bæn fangar kjarnan svo ótrúlega vel. Það að horfa á alheiminn, velta fyrir sér sköpuninni, það leiðir beint að kjarna trúarinnar, að auðmýkt og bænum hjálpræði. Þekking og trú eru hér 2 hliðar á sama máli. Og allt þetta skilur mann eftir með þessa stóru spurningu. Hvernig geta þessar fornu frásagnir og sögulegu leksjur kraftaverk, mistök og seiglu enn veitt okkur verkfæri til að byggja upp einingu og þrautseigju í okkar eigin samtíma? Velkomin. Í dag ætlum við að sökka okkur ofan í texta sem bæði gríðarlega áhrifamikil og mjög margslungin. Já. Heimildin okkar súra Al-Imran, 3. kaflinn í Kóraninum. Þetta þýðir sem fjölskylda Imrans. Æmitt. Og þetta sko ekki stuttur kafli. Hann þéttskipaður af guðfræði, sögum sem margir kannast við úr öðrum hefðum og svo mjög beinum leiðbeiningum. Nákvæmlega, og það sem svo heillandi við Al-Imran finnst mér, að kaflinn í stöðugu samtali. Samtali? Já, hann í samtali við kristni og gyðingdóm, við sögulega atburði og hann í samtali við lesandan sjálfan eðli trúar og efa. Við þurfum kannski að reyna að draga fram nokkru þessara samtala. Gott plan. Byrjum þó bara á byrjuninni þar sem textin sjálfur byrjar og það með mjög ádráttarlausri yfirlýsingu Guð, Allah. Hinn lifandi og eilífa. Já, og það strax tekin fram að þessi bók, Kóraninn, staðfesti það sem á enda kom. Tóra og Guðspjalli nefnd á nafn. En svo gerir textin eitthvað óvænt sem greip mig strax. Okay. Hann segir lesandanum að innan í honum séu 2 tegundir af versum. Já, einmitt. Og þetta sko alveg grundvallaratriði fyrir allt sem á eftir kemur. Annars vegar muhkamat. Sem þessi skýru... Akkurat, skýruversin, grundvallaratriðin. Og hins vegar mutashabihat. Þau óljósu eða táknarönu. Einmitt. Og það viðvörunin sem fylgir þessu sem svo athyglisverð. Já, nákvæmlega. Því textin segir að þeir sem hafa villingi í hjörtum sínum muna elt upp í þessi óljósu vers. Já. Og af hverju? Til að búa til sundrungu og til að finna sína eigin túlkun. Mér finnst þetta svo merkilegt. Það verið að viðurkenna að textin ekki alltaf einfaldur. Nákvæmlega. Og að þessi margreining geti verið hættuleg í rangum höndum. Einmitt. Þetta eiginlega kjarnin í ábyrgð lesandans. Textin ekki bara að segja trúið þessu, heldur nálgast með réttu hugarfari. Hann vara við því sem við myndum kalla að kirsberja tína vers. Að velja bara það sem hentar manns eigin skoðunum. Akkurat. Og á sama tíma viðurkennt að það dýpt í textanum sem ekki öllum augljóst. Það sagt að aðeins Guð og þeir sem djúpt lærðir í þekkingu skilji hina sönnu merkingu. Þannig að það verið að setja upp ákveðina spennu strax í byrjun. Annars vega skýr boðskapur en hins vega þessi duldari merking sem krefst þekkingar og auðmýktar. Þetta setur tónum fyrir allan kaflan. Trúin ekki bara óvirkur undirgefni, hún virkleita skilningu. Og það kannski fullkomin brú yfir í næsta hluta. Já, því þarna breytist andrúmsloftið algjörlega. Algjörlega. Við förum úr þessum abstrakt hugmyndum yfir í, mjög mannlegar og dramatískar sögur. Við erum kynnt fyrir fjölskyldu Imrans. Og sagan hefst á konahás. Já, hún biður til Guðs og heitir því að barnið sem hún gengur með skuli vera helga þjónustu hans. En svo fæðist barnið og það stúlka. María eða Marjam og þá segir móðurinn eitthvað sem hefur verið túlkað á ótalvegu. Og karl ekki eins og kona. Einmitt. Og þessi setting svo hlaðin. Á yfirborðinu gæti hún hljómað eins og vonbrigði, eða ekki? Já, maður myndi halda það. En í samhenginu, í ljósi þess sem á eftir kemur, öðlast hún allt aðra merkingu. Það næst eins og hann sé spádómur. Karl ekki eins og kona.
því þessi kona mun gegna hlutverki sem engin karl gæti gegnt. Þetta sterkulestur. Og það sem gerist næst styður það svo sannarlega. Hún ekki bara samþykkt, hún hafin upp. Já. Textin segir að englar hafi ávarpað hana beint. Guð hefur valið þig og hreinsað þig og valið þig ofar konum heimsins. Þetta gríðarlega sterkt staðhæfing. Og nærvera hennar virðist hafa áhrif á alla í kringum hana. Spámaðurinn Sakaría, sem verður forráðamaður hennar. Já, hann verður vitni að kraftaverki. Akkurat. Hann kemur að henni og sér mat sem hún segir að komi beint frá Guði. Þetta ekki bara sag hana, þetta sag hvernig heilaleiki hennar verður kveikjan að trú og von hjá öðrum. Og þessi von fær hann til að gera eitthvað sem hann hafi kannski gefist upp á. Hann gamall, konan hans ófrjó, en hann sér þetta og hann biður sjálfur son. Og bænin svarað, með fyrirheitinu Jóhannes Skerara eða Jahja, það eins og trúarstyrkur Maríu smíti út frá sér. Einmitt það. Hún ekki bara móttakandi guðleira náðar, hún verður miðil hennar. Og þetta setur sviðið fyrir aðalviðburðin. Fæðingu Jesú. Já, þegar englarnir koma aftur og boða fæðingu sonar, sem kallaður orð frá Guði. Og þarna stoppar maður við. Hún ekki bara þögul viðtakandið. Hún spyr, hún rökræðir við engilinn. Spurningin hennar svo rökrætt og mannleg. Hvernig get ég eignast son þegar engin maður hefur snert mig? Hún að biðja skýringu, ekki bara kyngja óskiljanlegum boðskap. Og svarið sem hún fær ein af kjarnasetningum Kóransins almætti Guðs. Ok. Guð skapar það sem hann vill, þegar hann hefur ákveðið mál, segir hann aðeins við það, ver, og það verður. Ver? Einmitt. Sköpun Jesú því sett fram sem bein tjáning á sköpunarkrafti Guðs, handan náttúrulögmála. Textin lýsir svo kraftaverkum hans. Hann talar í vöggu, læknar sjúka, en það eitt smáatriði sem alltaf endurtekið. Með leyfi Guðs. Nákvæmlega. Það eins og að textin vilji stöðugt minna lesandan á að krafturinn kom ekki frá Jesú sjálfum. Þetta algjört lykilatriði og það leiðir okkur að einu mikilvægasta guðfræðilegu versikaflans. Til að útskýra eðli Jesú nota textin samlíkingu. Samlíkingu? Já, jafnt einfald að hún djúkstæð. Hann segir, sannlega, forðami Jesú hjá Guði eins og forðami Adams. Adams? Hann skapaði hann úr dufti og sagði síðan við hann, verð, og hann varð. Vá, þetta lykilatriði. Með einni samlíkingu textin í raun að afbyggja heila guðfræði. Og endurbyggja hana á eigin forsendum. Hann að segja, ef þið geti trúa því að Adam hafi verið skapaður án föður og móður, af hvað það svona erfitt að trúa því að Jesús hafi verið skapaður án föður? Einmitt, þetta ekki bara fullyrðing, þetta rök. Þetta vers hornsteini í íslamskri kristofræði. Það heiðrar Jesú en á sama tíma skilgreinir það hann sem skapaða veru, ekki Guði hann. Og þetta samtal verður svo en beina. Textin hættir að tala almennt og ávarpar hóp beint, fólk bókarinnar. Ahlul kitab, sem sagt gyðingar og kristnir. Og boðið lagt fram, komum saman orð sem sameiginlegt okkur og ykkur. Að við dyrkum engan nema Guð, boðum að finna sameiginlegan grundvöll. Og til að rökstyðja þetta, þá gripið til æðstu fyrirmyndar einþengis trúarinnar, Abrahams eða Íbrahim. Og spurningin frekar ögrandi. Já, var Abraham gyðingur eða kristinn og svaraði nei? Þetta eiginlega bara söguleg röksemdaferðsla, það ekki? Ekki bara guðfræðilega. Nákvæmlega. Rökin að Tóra og Guðspjallið voru opinberuð longu eftir tíð Abrahams. Hann gat því ekki fyllt lögmálum sem voru ekki enn til. Það rökrétt. Þetta snjöll leið til að endurheimta Abraham sem sameiginlegan forföður en leið staðsetja hann utan þeirra stofnanlegu ramma sem síðar urðu til. Hvað hann þá kallaður? Hann kallaður Hanif. Ok, og hvað þýðir það? Sá sem aðhylltist hreina einfengistrú og hafnaði skurgoðadýrkun og svo bætt við, og hann var múslimi. En þar orðið múslimi notað í síni víðustu merkingu, það ekki? Ekki sem fylgjandi íslam, eins og við þekkjum það. Akkurat. Heldur sem sá sem lítur vilja Guðs. Röksendafæslan þessi. Íslam ekki ný trú, heldur endur vaknim á þessari upprunalegu trú Abrahams. Þannig reynir textin að brúa bilið. Ok. Eftir þessar stóru guðfræðilegu línur og sögur af spámönnum, þá maður forvitin. Hvernig á þetta virka í reynd? Hvernig breytir þetta því hvernig fólk lífir saman? Það alveg rétt og þarna breytist tónin verulega.
Við förum úr guðfræði yfir í mjög hagnýta leiðsögn. Fyrir samfélagið. Já, fyrir samfélag trúara, það er augljóst að textin að tala inn í raunverulega aðstæður, jafnvel krísu. Margir fræðimenn tengja þennan fjölda kaflans beint við orðrustuna við Uhud. Þessum samfélag múslima beið afhróð. Einmitt. Stóð frammi fyrir efasemdum, ásökunum og innri deilum. Þannig að þetta er ekki bara almenns siðfræði, þetta er krísustjórnun. Já, það er mjög góð leið til að lýsa því. Áherslunar endurspegla það. Einingarfötin er gríðarlega sterk. Haldið fast í band Guðs allir saman og tvístrist ekki. Þetta er ekki bara falleg hugsun, þetta er livsnausin. Algjörlega, til að lifa af. Ég tók eftir því að það er líka mikið talað persónulega eiginleika. Að halda aftur af reiði, fyrirgefa, vera gjafmildur. Já, bæði þegar vel gengur og þegar illa gengur. Þetta er uppskrift að sálrænum viðnámsdrotti fyrir heilt samfélag. Það er bland af hvatningu og mjög skýrum reglum líka, er það ekki? Jú, til dæmis er lagt aðrátralaust bann við okurvöxtum rýpa. Já. Maður getur ímyndað sér að í samfélagi uppnámi gæti efnahagsleg misnotkun verið mikil freisting. Þessi regla er því bæði siðferðileg og samfélagslega stöðurleika skapandi. En hvað með missin? Orðast það eins og Uhud, því það margir dóu. Hvernig textin á við sorgina? Þar kemur einmitt eina af áhrifamestu hugmyndum að kaflans fram. Textin segir að þeir sem deyja fyrir málstað Guðs séu ekki í raun dánir. Ekki dánir? Þeim eru lýst sem lifandi hjá drottni sínum og séð fyrir þeim. Þetta er augljóslega huggun, en þetta líka endurskilgreining á lífi og dauða. Þannig að líkamlegur dauði er ekki endirinn? Einmitt, og að fornin hafi æðri tilgang. Allar þessar prófraunir eru leið til að aðgreina hina sannarlega trúuðu frá hræsnurum. Þannig að kaflin er eiginlega handbók í að takast á við guðfræðilegan ágreiningu, innri efa, ytri ógnir, efnagslegar freistingar og persónlega sorg. Þetta er ansi yfirgrifsmikið. Algjörlega. Hann snertir á öllum þessum þáttum. Þegar við draugum þetta allt saman, þá er þetta ótrúleg ferð. Hann byrjar á þessum háleitu hugmyndum opinberun, svo fáum við þessa djúpu persónlegu sögur af fjölskyldu Imrans, Maríu og Jesú, þaðan í beint samtal við aðjatrúarhefðir. Og endar svo á þessari mjög jarðbundnu hagnýtu leiðsóknum hvernig á að byggja upp samfélag sem getur staðist raunir. Nákvæmlega. Og kannski er viðeigandi að enda á þeim punkti sem kaflinn sjálfur endar á. Eftir allar þessar deilur, sögur og reglur, þá beitna síðustu verstin athyglinni aftur út á við. Að stóra samhenginu. Hvað segja þau? Þar stendur, sannlega, í sköpun himna og jarðar og í víxlum nættur og darks eru tákn fyrir þá sem skilja. Það er eins og textin sé að segja eftir að hafa glímt við allan þennan mannlega flækustig, líti þá upp, mundir eftir starri myndinni. Einmitt, þetta er fatning og spurningin sem textin skilur okkur eftir með er kannski þessi. Hvernig getur það virða fyrir sér sköpunarverkið, sólsetrið, stjörnurnar, hrynjanda náttúrunar, leitt mann til að íhuga eigið samband við þann mátt sem stendur að baki öllu saman? Það er boð að finna hið guðlega, ekki bara í bókum, heldur í heiminum sjálfum. Velkomin í orðaskipti. Já, velkomin. Í dag tökum við fyrir kjarnaspurningu sem sprettur beint upp úr Súrat al-Imran í Kóraninum, sem sagt. Hvernig eigum við að lesa heilagan texta sem inniheldur bæði fullkomlega skýr fyrirmæli og svo aðra vísur sem eru margræðar og, óljósar? Einmitt. Og það sem er svo áhugavert er að textin sjálfið, hann gefur okkur þessa flokkun, er það ekki? Hann segir okkur að hann skiptist í þessa tvo hluta. Annars vegar eru það mokka matvísurnar, sem sagt þær sem eru kallaðar al-kitab, móðir eða kjarnibókarnar, þetta eru grundvallaratriðin og svo hins vegar eru mutasabihat-vísurnar, þessar óljósu eða tákgrænu. Nákvæmlega. Og spurningin sem við erum þá í raun og veru að velta fyrir okkur er þessi. Hvert er sambandið á milli þessara tveggja hluta? Erum við sem lesendur kölluð til að halda okkur fast við hið skýra og bara meðtaka hið óljósa í trústi, eða er tilvistins óljósa kannski einmitt boð dýpri ígrundun?
Já, og þetta erum við einfallega ekki sammála. Ég mun halda því fram að viska og öryggi felist í því að byggja allt á hinum skýru grundvallarvísum og forðast vangaveltur sem geta, leitt til sundrungar og villu. En ég líta þetta frá allt öðrum sjónahóli. Ég tel að hinir margræðu tekstar séu algjörlega ómissandi fyrir andlegan þroska og að þeir kalli á vitsmunalega auðmjótt og gaumgæfilega nálgun þeirra sem hafa þekkingu. Sko, fyrir mér snýst þetta í grunninn öryggi og skýrleika. Þegar Kóraninn segir að Muhakamat-vísirnar séu móðir bókarinnar, þá er það ekki léttvægi lýsing. Þetta eru burðarstóðurnar í húsinu. Allt annað hvílir á þeim. Þú byrjar ekki að velta fyrir þér litnum og gardínunum ef þú ert ekki vissum að grunnurinn sé traustur. Og vers 7 í Súrat as-Sahran er svo afdráttalust í sinni viðvörun. Það talar það sem hafa frávik í hjörtum sínum, sægun fí gúlubihim. Og hvað gera þeir? Þeir elda uppi einmitt þessar óljósu vísur. Já, en af hvaða ástæðu? Nákvæmlega. Textinn segir okkur það. Þeir gera það til að seikjast eftir ágreiningi, ibtiga al-fitna, og til að finna sína eigin túlkun. Þetta er ekki saklaus leit að sannleika, þetta er markviss leit af vandræðum. Og þess vegna er niðurstaðan svo skýr, og enginn við túlkun þeirra nema Guð. Viðbrögð hína réttlátt eru svo lýsandi, þeir sem eru vel grundvallaðir í þekkingu segja einfallega, við trúum að það, allt er frá drottni vorum. En það sönn undirgefni eða það, vissmunaleg leti? Ég kem að þessu frá þeim sjónarhóli að textin sé ekki bara að prófa hlýdni okkar, heldur líka að skerpa skilning okkar. Að hunsa eða meðvitað forðast mutashabihat vísurnar er að mínum mati eins og að rífa heilar blaðsíður úr opinberuninni. Sko, þú einblínir á viðvorunina en þú verður að lesa versi til enda. Það endar á því að segja og enginn tekur eftir nema þeir sem hafa skilning, ulul albab. Þetta er ekki hrós til þeirra sem loka augunum, heldur til þeirra sem nota skilningavitin. Ég sé hvers vegna þú heldur þetta, en leyfðu mér að gefa þér annað sjónarhorn af hlutverk þeirra sem eru vel grundvallaðir í þekkingu. Þú lítur á þá sem fræðimenn sem kafa í leyndardómana. Ég lít á þær sem fyrirmyndir í undirgefni. Þekking þeirra er ekki tæki til að leysa gátur, heldur leiða þeirinn í djúpu niðurstöðu að best sé að staðfesta trú sína á allri bókinni án þess að reyna að þvinga fram meiningu þar sem hún er vísvitandi hulin. En ver það ekki mótsögn? Af hverju að vera vel grundvallaðir í þekkingu ef sú þekking á ekki að notast við erfiðustu hluta textans? Vegna þess að sönn þekking kennir manni takmark sín. Það er hámark viskunar að viðurkenna hvenar eigi að hætta að spyrja og byrja að treysta. Yfirlýsing þeirra, við trúum á það, er ekki upphafið að rannsókn, heldur niðurstaðan. Hún er byggð á svo djúpu skilningi á Muhakamat-versonum að þau treysta Guði fyrir mutashabihat-versonum. Þekking þeirra er akkeri, ekki rannsóknarskip. Þetta er áhugaverður punktur þó ég mundi ramman öðruvísi inn. Þekking þeirra er með það sem gerir þeim kleift að glíma við hinn margræða texta án þess að falla í gryfju hrókans eða rangtúlkunar. Þeir eru andstæðan við þá sem hafa frávik í hjörtum sínum, staðfesting þeirra á trúni er ekki uppgjöfu fyrir framann hið óskiljanlega, heldur eru niðurstaða djúpra íhugunar. Þeir skilja hvers vegna þeir verða að lúta endanlegu valdi gjöðus yfir merkingu, það er upplýst undirgefni ekki blind. Þekking þeirra vernda þá fyrir að fullir þá mikið, en hún kemur ekki veig fyrir að þeir hugleiði og læri. Þeir eru úlil albab, þeir sem hafa skilning, og skilningur krefst íhugunar, ekki afneitunar. Ég skil hvað þú meinar með upplýstru undirgefni, en það sem þú kallar íhugun opnar dyri fyrir einmitt því sem versið varar, og það leiðir mig beint að hættunni á fitna, sem sagt sundrungu, prófarraun og óreiðu. Textinn tengir fitna beint við þá yðu að eldast við mutashabihat. Þetta er skýr orsakatenging sem við máum ekki horfa framjá. Og þetta er ekki bara fræðileg áhærta. Sögulega séð hafa flestir ágreiningar og sértrúarsöfnuðir sprottið upp úr tilraunum til að túlka hið óljósa á áðráttalösan hátt. Getur þú gefið dæmi? Svo sannarlega. Hugsaðu til dæmis deilurnar milli hinna bókstafstrúðu og mutasíla skólans á 8. og 9. öld.
Kjarni þeirra ágreinings snerist einmitt þetta. Átti að túlka vers eiginleika Guðs eins og hönd hans eða hásæti, bókstaflega eða tákrænt. Það var þessi glíma við Mutashabihat sem leiddi til djúpstæðs ágreinings sem mótaði íslamska guðfræði aldir og olli raunverulegum ósóknum á báða bóga. Þetta fitna í sinni skýrustu mynd. Til að forðast slíka sundrungu nauðsynlegt að halda sig við þann sameiginlega skýra grundvöll sem Muhammad-vísurnar veita. Að opna fyrir almennar vangaveltur hið óljósa að bjóða hættunni heim. Þetta sannfærandi sögulegt dæmi en hefur þú velt fyrir þér annari túlkun á þessari orsakatengingu í versinu sjálfu? Það segir ekki að rannsóknum Mutashabihat valdi þæg eða fráviki í hjartanu. Það segir að þeir sem hafa nú þegar þæg í hörtum sínum eldi þessar vísur. Orsökin því ekki textin, heldur ástand lesandans. Vanding í hjartanu áður en hann í huganum. En það ekki of mikil áhætta? Hvernig getur verið vissum hreinleika hjartans þegar kemur á svo flóknum málum? Ekki öruggara að setja upp verndarkyrðingu fyrir alla frekar en að vona hver og einn sé með réttan ásetning? Ég skil varfærina, en þá ertu komin út í að repsa hinum einlægu fyrir mögulega syndir hinna óheiðarlegu. Fyrir þann sem hefur réttan ásneiðingu, auðmýkt, þekkingarleit, loftningu, þá engin fitna fólkin í því að hugleiða þessar vísur. Þvert á móti það leið til að dýkka trúna. Að loka á þannan hluta ritningarinnar af óttu við misnotkun eins og að banna öllum að nota hnífa að því að sömur getur notað til að skaða. Tækið ekki vandamónið, heldur sá sem heldur á því. Og þekkingin sem allrasi kúnafyllt ilmbúa yfir einmitt það sem gerir þá færa að beita þessu tæki rétt. Ég ekki alveg sannfærð þá líkingu. Hér við ekki að tala eldhúsáhöld, heldur grunninn að eilífri velferð. Þá varfærni ekki bara kostur, heldur skylda. Og þetta leiðir mig að þriðja punktinum. Hver þá tilgangur Mutashabihat-vísmanna, ef ekki að vera prófstein á trú? Ég tel að aðaltilgangur þeirra sé með það. Sönn undirgefni, eins og við sjáum í frásögnum á spámönnunum í þessum sama súrat, felst oft í því að hlýða og treysta jafnvel þótt maður skilji ekki að fullu röksemdir, guðs eða tilgang. Þetta æðsta stig trúar, að treysta á visku sendandans frekar en á eigin takmarkaðan skilning. Þessar óljósu vísur því tækifæri til að sýnast líkt trúst í verki. Þær andleg þjálfun í auðmýkt. Ég sammála því að þær séu prófsteina trú, en ég ósammála því að það sé þeirra eini eða jafnvel aðal tilgangur. Ég spyr á móti, hvers vegna ætti almáttugur Guð sem segist ítrekað í ritningunni hafa gest boðskap sinn skýran, að setja vísur sem veri einungis til þess fallnar að vera óskiljanlegar? Það virðist ekki alveg stemma við heildarmyndina. Þetta það sem svo heilandi við þetta. Kannski tilgangurinn allt annar. Og hver var sá tilgangur? Tja, kannski þær vísbendingum þá grundvallar staðreind að guðlegur veruleiki víðari, dýpri og margslungnari en svo að mannlegt tungumál fá honum á fullu lýst. Mutashabihat-vísarnar þar sem tungumáli nær mörkum sínum. Þær neyð okkur til að hugsa út fyrir hið bókstaflega og opna hugan fyrir hinu óendanlega, hinu táknaræna. Þær ekki hindrun fyrir skilning, heldur hlið að dýpri visku. Þetta ekki ósvipa því sem gerist seinna í sama súrat, þar sem trúaðir hvattir til að hugleiða sköpun himna og jarðar. Áhugaverð samlíking, útskýrið hana nánar. Jú, sú íhugun á sköpunarverkinu leiðir ekki til afdráttarlausra, einfaldra svara. Hún leiðir ekki til formúlum hvernig alheimurinn virkar. Hún leiðir til lotningar, undrunar og viðurkenningar á almætti skaparans. Kannski tilgangur Mutashabihat vísnanna svipaður. Þær ekki vandamál til að leysa, heldur lendardómur til að inngrunda, sem á að vekja með okkur lotningu fyrir dýpt gluðlegra þekkingar sem ofar okkar skilningi. Þær kenna okkur að það meira til en það sem við getum mælt og skilgreint. Að lokum afstæðan mín þó sú að ritningin sjálf veitir okkur leiðskun hvernig að lesa hana og sú leiðskun varuð. Hún leggur áherslu á sklæran að trástan grunn Muhammad sem vernd gegn sundrungu og villu. Hún bendir á raunverulega sögulega hættu sem fylgir því að eldast við hið óljósa með röngum ásetningi.
Að virða þessi merk sem textin setur ekki merki skort af vitsmunalegri forvitni, heldur það merki sanna visku og undirgefni. Öryggið og einingin liggja í því sem skýrt. Hér þar sem ég get hreinlega ekki verið sammála þér að loka þessum dyrum. Textin býður okkur upp á hvort tveggja, hið skýra og hið margraða, og það ekki okkar að velja annan hlutan fram yfir hinn. Að viðurkenna og glíma við bæði múkamað og mútashabihat af auðmýrt, þekkingu og alvöru hinn sanna leið þeirra sem hafa skilning. Það einmitt í þessari spennu milli hins þetta og hins óþetta, hins skýra og hins óljósa sem trúin dýpkar, þroskast og verður að upplýsti vissu frekar en blindri fylgispekt. Við höfum þá rakið 2 ólíkar en báðar grunnaðar nálgunir á þessum mikilvægu versum úr Súradal að Imran. Annars vegar áherslan á öryggi, festu og vernd gegn villu með því að halda sig við kjarnan. Og hins vegar áherslan á vöxt, dýpt og vitsmunalega auðmýkt sem fæst með því að glíma við allan textan. Súratinn sjálfur geymir að sjálfsögðu fjölmargan aðrar frásagnir og áminningar sem varpa frekara ljósi á þessi mál og það undir hverjum og einum komið að halda áfram að kanna þann auð.